Morgunverðarfund hjá Brunaðarfélagi Íslands. Ég ætla ekki frekar að kalla morgunfund en við ákveðum að breyta til og pröfa nýjar aðstöður og við erum heimavilli Eflumanna. Ég ætla að þakka Árna Árnasyni fyrir að taka þátt í að skipuleggja svona vel og undirbúa fyrir okkur og svoleiðis Aldísi Rún fyrir að vilja kynna lokaverkefni sem fyrir okkur. Hún er nýjasti doktor okkar í brunafræði hérna á Íslandi og verkefni lokaverkefni hennar var mjög áhugaverðan hlut og rýmingu á böflum og ég ætla bara að gefa þér orðið og bara að gera svo vel og takk fyrir. Já, takk. Halló, já. Það finnst svolítið eins og ég þurfa að... Er þetta hálfstíð? Nei, þetta er fínt, það er ekki. Það finnst eins og ég vinni í símaverði. En já, ég heiti sem sagt Aldís og ég ætlaði að kynna lokaverkefnið mitt sem ég vann við ETU í Danmörku við byggingaverkfræðideildina þar. Og titillinn er semst á ensku Evacuation of Children og svo undirtitillinn Focusing on Daycare Centers and Elementary Schools. Glærukynningin er mest bara svona beinar, glærur sem er notað í vörninni. Svo bætti ég við örlitlu, þannig að þær eru á ensku það sem ég notaði í vörninni. Við sjáum það alveg, ég breyti ekki svona í fætinu með neitt. Og svo bætti ég hérna örlítið við. Það sem ég ætla að fara yfir með ykkur, það er aðeins smá inngangur, hvernig verkefnið er tilkomið og hvaða markmið voru á baki. Svo fer ég aðeins í aðferðina, hvað var það eiginlega sem ég gerði til þess að afla gagna og slíkt. Svo eru smá vandar niðurstöður. Það er rosa margt sem að koma í ljós í þessu verkefni, þannig að ég hafa stiklað á stóru og í lokin smá samantekt. Þetta er inn í Danmörku og ég gerði tilraunir í Danmörku. Þannig að þetta byggir á reglugerðunum þar og slíku. En eins og hér þá eru til svona, það er markmiðshönnun en líka til hvað er hitt? Já, forskriftarhönnun, já. Og það eru notkunarflokkar og þeir eru 6 í Danmörku. Og 1, 2 og 3, það eru notkunarflokkar fyrir byggingar fyrir dagnotkun og það sem fólk kemur sjálft út, eða á að koma sjálft út. 4 og 5 er enn aftur fyrir fólk sem bjargar sig sjálft. En 7. flokkurinn, það er svolítið bara svona allir hinir. Það er svona vandrarflokkurinn og hefur kannski svolítið lítið verið skoðaðir. Og inn í þeim flokki þá falla leikskólar. Og það sem við langaði að gera, það er komið svolítið meiri fókus á aðgengi og frágengi. Og börn hafa þá sérstöðu að þau eru eiginlega, ungbörn, með veikleika sem jafnast svolítið á við alla hina flokkana. Við erum að tala þau komast ekki sjálf út, það er svolítið eins og fangelsi. Þau hafa kannski ekki líkamlega burði til þess að ganga og hreyfa sig eins og fullorðnir, þannig að það er svolítið eins og líkamleg fötlun, eða hreyfifötlun. Og svo eru þau heldur ekki búin að þroskast alveg, þannig að þau hafa kannski heldur ekki burði til að taka réttu ákvörðunar. Þannig að þetta er svolítið svona sama safn af veikleikum sem að börnin hafa. En hins vegar, þau eru líka frábærum tilefni til að þetta er eitthvað sem þau vaksa yfirleitt upp úr. Þannig að þau standa betur við hvað það varðar í framtíðinni. Þegar ég byrjaði þá var rosalega lítið hægt að finna fræðigreinum þetta efni, rýming ungra barna, eða rýming á ungum börnum. En það hafa verið að koma svolítið meiri fræðigreinar leikskóla og grunnskóla. Og svo er komin, NFPA var að gera skýrslu self-preservation, sem er sjálfshjálpa viðleitni, hvað þau geta mikið gert sjálf. Og þessi tafla var í verkefninu mínu, ég ætlast ekki til þess að geta lesið hana. Þetta er bara til að sýna vinstra megin, þá er það sem ég fann börn og rýmingu og eldvarnir
fyrir 2009, birt fyrir 2009, og hérna hægra megin það sem var 2009 til 2012. Þannig að maður sér hérna skýrt að það að aukast rosa mikið. Og þetta er ekki allt sem er svona alveg rýmingu, heldur þetta líka hérna fyrsta grein svo séum við það. A fire signal system for deaf school children. Þannig að þetta er svolítið breytt svið sem þessar heimildir eru En það eru nokkrir svona rannsóknarhópar. Þetta á þessu lista ég alveg með 4 greinar. Svo aðrir sem með 3 eða eitthvað og enn aðrir með 2. Þetta eru svona, það á Spáni verið að vinna vinnu, svo í Brasilíu verið að vinna vinnu og í Rússlandi. Svona helstu staðirnir sem eru að skoða börn eins og En markmið verkefnisins, það var að safna nýjum gögnum rýmingu af börnum og jafnframt svolítið að fá bara smá fókus á þetta efni, af því að mér fannst það áhugavert og mér fannst vanta svolítið þetta. Ég ætti kannski að segja núna ég að skoða þann hluta rýmingar sem bæði ég kem að því svona. Aðferðir sem ég notaði, það voru rýmingaræfingar í leik- og grunnskólum og þetta alveg frá 6 mánaða aldri sem að taka krakka inn í stofnanir í Danmörku. Þá var maður komin í það sem heitir vúggistúi. En það voru vöggustofur og leikskólar og svo grunnskólar. Ég tók þetta upp á vídeó með fullt af myndavélum sem ég sýni ykkur mynda á næstu glæru Og kosturinn við þessa uppsetningu, þetta voru ég fór út í skólana, setti upp mína myndavélar og svo hófst þeirra eigin æfing. Þetta var náttúrulegt umhverfi, þetta var ekki svona tilbúnar aðstæður, þannig að fylgdin til svolítið raunhæft. Tengsl milli þátttakandanna voru þá líka náttúruleg. Þetta var bara þeirra kennarar með þessum börnum eins og venjulega. Og svo var kannski mikill kostur að ég fékk þáttakanna svolítið upp í hendurnar, alla í einu. Það er mjög flókið ferli að fá þáttakandur í rannsóknir. En þarna fór ég að tala við skólann og svo fékk ég þá heilan hóp saman. Hins vegar gat ég ekki stjórna aðstæðum heldur. Þetta voru bara þessar tröppur sem voru í þessum skólum með þessar dyr og þessi hópastærð. Ég gat ekkert verið að eiga mikið við það. Og svo var ekki hægt að hafa þetta, besta hefði verið að setja bara kerfi í gang og þeir myndi ekkert vita neitt fyrirfram. En það annars vegar sáum mig náttúrulega að setja upp myndavélarnar og hins vegar þetta svolítið flókið með að taka vídeómyndir af börnum. Það má ekki gera það bara sem ég laumi. En það þurfti að fá samþykki foreldra. Siðfræðin hefur verið svolítið upp á teningnum. Það þetta með það svolítið viðkvæmt málefni að gera tilraunir með börn. Það hljómar ekkert rosalega vel. En eins og þetta var í Danmörku, þá ég hafði þessi samband við ráðið og eins og þetta flokka þar, þá vildu þeir ekkert með mig hafa því að þetta var litið á þetta sem að ég væri bara að fylgjast með. Ég var ekki að setja með auka hættu inn í sumuna og þetta var bara æfing sem þau runni ættu að gera sjálf og svo var ég bara fyrir tilvíðin að taka myndir. Það sama með persónuvernd ég var ekki að safna neinum viðkvæmum upplýsingum börnin. Ég hafði engar upplýsingar þáttakendurna, það er bara það sem ég sá á myndinni og svo spurði ég reyndar kennarinn aldurinn á þeim. En leið og ég hefði vitað eitthvað heilsufar eða trú eða fjárhag foreldra eða eitthvað, þá hefði þetta verið viðkvæmara og þá hefði ég þurft að fara í gegnum umsóknarferli hjá þeim. Í Svíþjóð, bara hinum megin við sundið, hins vegar mjög strangt og ég hefði ekki getað gert þessa tilraunir alveg auðveldlega þar. Þannig að þeir voru mjög öfundsjúkir í lundi yfir að ég geti gert þetta á þennan hátt.
En hins vegar notuðum við svolítið umsóknarferli hjá þeim, skoðum þótt við sáttum ekki þá fórum við í gegnum ferli til að vera vissum að við værum örugglega ekkert að gera einhverja vitleysu eða eitthvað sem við ættum ekki að vera að gera. Og þar eru 2 skilyrði sem eru sett og það að þið vilja að þátttakendur fá eitthvað út úr þessu sjálfir og rannsóknin líka nýtast hópnum sem að þátttakendur tilheyra. Og það gerir það í þessu tilfelli að bæði börn og fullorðnir fá þarna þjálfun í rýmingum, í að rýma þeirra húsnæði, þannig það klárlega kostur fyrir þau. En það nýtist líka börnum og skólabörnum og starfsmönnum skóla almennt. Þannig að ég var ekkert með neitt samviskubit yfir þessum tilraunum. Hérna sjáum við útbúnaðinn. Það voru keyptar hérna 59 svona myndavélar, svona action cams. Þetta hugsað fyrir þetta reyndar áður en eins og GoPro kom. Þetta var svona hægt að setja á stýrið eða hjálminn eða slíkt. Og það voru alls konar möguleikar á festingum. Hérna sjáum við nokkuð dæmi. Við eru svona röraklemmur, það voru það sem átti að fara á handriðið og franskur rennilás, svo keyptum við sogskálar til að setja á gluggana. Þannig við vorum virkilega að reyna að dekka eins og við gátum bara helst öll svæðin. Svo þarna neðstu myndinni, þá sjáum við svona stöng og þetta voru svona pressustangir, þetta er reynda notað í byggingariðnaðinum. En þá gátum við sett þetta í mjóa ganga eða stiga húsin, spennt þetta á milli til þess að fá góðar myndir þar. Enda erum við líka, því að við erum á þeirra svæðum, það var ekki vinsælt að mæta með einhverja borvél og fara að gera eitthvað hjá þeim. Þannig að það var markmiðið að það sæjust engin ummerki eftir á. Nú af því að það voru 59 myndavélar, þá kom líka alveg óheyrilegt magn af gögn, eða svona hráum gögnum úr þessu. En það var eiginlega bara nauðsynlegt því að það kom alveg fyrir einhver mynd að klikkaði, þá var gott, þá var ég yfirleitt með aðra sem kannski náði því nokkurn veginn líka. Þannig að þetta var svona, við tók alveg mikil vinna í úrvinnslu. Það sem ég mældi helst, það var flæði í gegnum dyr. Ég veit ekki hvað ég var að nákvæmlega í þetta. Þetta er, þá tók ég bara, það voru að tala um hvað komast mörg börn í gegnum dyr á tímaeiningu. Og það er líka persónuþéttleiki sem tengist við þetta gildi. Og það er þá, hversu þétt standa börnin fyrir framdyrna þegar þau fara í gegn. Og það sama með hraðan. Hraðin yfir stiga, þá er það skáin sem er vegalengdin. Þannig að hérna er bara rauninni að segja, svo maður viti hvað þegar maður skoðar tölulegu gildin, hvernig þau eru fengin út frá hverju þau eru mæld. Hérna eru komin í smá niðurstöður. Þetta er flæði í gegnum dyr. Og það sem við erum með hérna á lóðrétta ásnum, þá er það flæðið í persónur á sekundu per meter breidd af dýrum. Svo á lárétta ásnum, þá erum við með persónuþéttleikann og það er manneskjur á fermetr. Þessi kúrfa sem er sett hérna inn í, það er kúrfa sem er mjög algeng. Það er algengt að sjá hana í svona handbókum sem á að segja til hversu margir komast í gegnum dyrnar á tíma miðað við hversu mikið umhverfið er. Og samkvæmt henni þá stöðvast eiginlega bara flæðið tæplega 4 á fermetr. Þessi kúrfa á að vera svona frekar örugg, varfærin. En það sem er svolítið áhugavert hérna er að því að einingin er persónur á fermetr, þá er það ekki endilega að það koma fleiri börn á fermetr heldur en fullorðnir á fermetr og þetta er þá miðað við fullorðna. Og ég mældi það aukalega, bjó til svona 1 fermetr eða markað 1 fermetr og fekk börnin til að standa þétt á honum og þá komist alveg 16
léttilega á 1 fermeter í aldrinum hana 3–6 ára, það var það sem ég gerði það. Þannig að það einingin svolítið erfið í þessu. Það til önnur mælieining á þéttleika sem notuð allavega í notunar Rússarnir og það eiginlega fermeter á fermeter. Þá það hvað manneskja varpar eða skyggir á mikið af 1 fermeter. Þannig að manneskja bara kjörur og svo bara varpa maður niður og skoða maður hvað hún tekur mikið pláss. Og sú eining rauninni heppilegri þegar maður að tala samsetta hópa, til dæmis börn og fullorðnir. Og í því, þegar sú eining notuð, þá þau líka með taka tillit til þess hvort að fólk í þetta rússneskt, þá það sérstakt gildi fyrir vetrarklæðnað, þegar það náttúrulega alveg svaka frakki hérna. Og svo líka til gildi fyrir manneskju með tösku og slíkt. En hérna sjáum við, ef við byrjum hérna á rauða kössunum sem eru ekki með fyllingu, það yngsti aldurshópurinn. Inn í þeirra tölum eru svolítið að fullorðnum af því að yngstu börnin þurftu töluverða aðstoð. Þannig að þar gat ég ekki aðgreint börnin frá fullorðnum. Í þessu hérna sem kannski flesta mælingarnar, í 3–6 ára börnum, þessu rauðu, þar sér maður annars vegar að þau eru miklu þéttar heldur en þessi fullorðnagildið. Hæsta mælingin, þá voru 10 börn á 1 fermeter, voru að tróðast við dyrnar og komast í gegn. Þannig að þau fara mjög hratt í gegnum dyr, þessi börn, sérstaklega þessi aldrei 3–6 ára. Ein mögulega ástæða að þau eru vön að fara líka til dæmis í einhverja bæjarferðir og það ekki vinsælt að vera eitthvað lengi að fara inn í strætó eða út úr strætó. Þannig að þau eru rosalega vön alveg bara kerfi, bara allir inn og allir út. Þannig að þau voru mjög snögg að fara í gegnum dyr og þau sjá myndband af því eftir, það alveg ótrúlegt hvað flæðið verður ört. Síðan, eftir því sem aldurinn hækkar, þá hætta þau að standa svona þétt eða taka meira pláss. Hún áfram með hærra flæði en fullorðin. Þetta hérna 6–8 ára. 9–11, þannig að sjá það þessi, en svo 12–15, þá þau farin að nálgast meira þessa kurvu fyrir fullorðna. Sem svolítið áhugavert. Þá kannski, þurfa að hugsa aðeins bæði, þeir eru náttúrulega stærri og taka aðeins meira pláss. Og þau eru kannski ekki alveg jafn viljug til að vera alveg ofan í hverju öðru. Maður sá það hérna á yngstu börnunum, þau náttúrulega alveg bara með andlitið ofan í hverju öðru og þeim alveg sama. Og sömuleiðis þá nýtist öll breiddin á hurðunum. Það ekkert neitt svona, maður talar oft að það sé svona smá pláss sem það notast ekki af því að fólk vill ekki strjúkast upp við. En það átti ekki við börnin, sko. Hérna erum við komin í göngurhraða niður stiga. Sko, það nú erfitt að sjá út úr þessari mynd, en þetta sýnir annars vegar hvað þetta eru ótrúlega margir mælipunktar. Þetta eru nokkur þúsund mælipunktar. Línan sem sýnd á hverju grafi, það þessi svona hefðbundna lína sem birt í handbókum standard göngurhraði fullorðna niður tröppur. Það eitt graf fyrir hvern aldurshóp, hérna 0–2 ára, 3–6 ára og svo eru árgangarnir í skólanum, eða aldur í skólanum, 6 ára, 7 ára, 8 ára, alveg upp í 15 ára. Á ásnum hérna niðri, þá búið að skipta, þá þetta hérna, þéttleikinn og hraðinn á lóðréttásnum. Þetta svona leið til að bera saman aldurinn, en á móti kemur að þá sér maður náttúrulega mjög lítið hvað að gerast á hverju einu. En það sem maður sér kannski helst út úr þessu, að hérna ef við förum í 0–2 ára, það rosalega mikið af punktum hérna undir þessari línu. Rauninni meiri hluti punktana undir línunni. Það ennþá svolítið þannig hérna í 3–6 ára, en hins vegar þetta svona cirka jafn margir punktar fyrir ofan og neðan þessa línu. 6 ára ennþá töluvert undir. Svo fyrir aldurinn 7, 8 og 9 ára þá var ég með rosalega fáar mælingar. Það dott út.
Og það byggðist á því að það voru bara ekki svo margir árgangar eða bekkir sem ég náði á mynd sem voru á einhverjum efri hæðum. Þarna hefði ég til dæmis viljað stjórna því að hafa jafnari skiptingu. En af því að þetta var hérna í bara skólum og leikskólum sem voru með sitt kerfi og ég get ekki farið að biðja að víxla stofum eða eitthvað, þá þetta bara einn bekkur í hverjum árgangi hérna. 10 ára, þá maður strax farin að komast yfir og í 12 ára þá eru rosalega fáir punktar. 11 ára fyrir aftur undir, svo 12 ára þá eru bara næstum allir yfir þessari línu. Og þessi mynd byggir á sömu niðurstöðu, þetta eru svokölluð box plots. Þannig að það sýnir hérna meðaltalið eða þykka línunni í miðjunni. Og þessi á að sýna kannski helst samhengi milli hraða og þéttleika. Í 0–2 ára þá virðist þéttleikinn, hvað þau standa þétt, ekkert hafa mikinn áhrif á hraðan. Þetta bara svona, þau ganga bara hægt, punktur. Í 3–6 ára það eiginlega það sama. Þetta bara rosalega jafn hratt eða hægt sem þau ganga. Síðan sér maður smá tendens hérna í 6 ára, en þetta er ekki svo breitt bil, það er erfitt að sjá það. En þegar maður komið í 10 ára þá eru niðurstöðurnar, margar mælingar, að maður getur séð skýrt samhengi milli hraðans og þéttleikans, sem að passar einmitt við þessi fræði sem eru bak við fullorðna. Eftir því sem þú hefur meira pláss og er minni þéttleiki, þá gengur hraðar og svo hefur minna rými og þá hægist á. Þannig að það er klart samhengi sem sést hérna 10 ára til 15 ára. En þá komum við að fyrsta myndbandinu. Það sem á þessu myndbandi, það er hérna, til vinstra megin þá eru 6 ára börn að ganga niður stigann og hægra megin 10 ára börn. Og þið sjáið á myndbandinu svona bæði mun á hraðanum en líka svolítið bara hvernig þau bera sig. 6 ára krakkarnir þau haldast mikið í hendur og kennarinn mikið að fylgjast með þeim og aðstofa meðan eldri krakkarnir eru frjálsari. Það til dæmis engin kennari fremst þarna í 10 ára. Og meðan þessi kennari alveg að fylgjast með að passa að sé allir að koma og sennilega að gefa það smá fyrirmæli á leiðinni. Þau vilja ekkert að bekkinn rugglist eða hafa stjórn á þessu, á meðan hinn bara að taka sér Og þetta hoppa og skemmta sér líka þenni. Þannig að þið sjá allavega að þetta alveg svolítið breyting sem á sér þarna stað. Og þau voru mjög samviskusöm og héldust í hendur alveg bara, það voru nánast allir í þessum yngsta hóp. Aðstoð, það hérna, eins og kannski flestir hefðu ímyndað sér, þá fara börnin ekki bara út úr byggingunni alveg sjálf, sérstaklega ekki þessi yngstu. Þannig að starfsfólki þurfti að aðstoða börnin og það var mismikið eftir aldri. Og ég bar saman hópa 0–2 ára og 3–6 ára. Og ég ætla ekki að segja að 0–2 ára það er þetta sem tilheyrir vuggustúi, vöggustofunni í Danmörku. Það er þangað til þú verðir 3 ára. Þá tilheyrir því og síðan ferði leikskólahópinn.